Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Praise in the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul. Velkomin að samkomu hér í dag. Gaman að sjá ykkur. Það er þetta frábæra veður úti og við getum ekki beðið eftir frá því síðustu helgi að koma í húsgaus og lyfta upp hans nafni. Vers dagsins í dag er: komið til mín allir þeir sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteusar guðspjall 11:28. Komið til mín allir þeir sem erfiði hafið og þunga byrðar og hann mun veita hvíld. Ekki við, ekki þú, ekki svo sem er liðin hann. Það er Guð sem veitir hvíld. Gaman að sjá okkur hér í dag. Við ætlum að lofa Guð eins og aldrei áður. Við ætlum að gefa Guð dýrðina af því að hann er heilagur. Má ég heyra amen? Hann er heilagur. Má ég heyra amen? Takk Jesús, þú ert heilagur og ég skora á okkur. Komið með byrðarnar fram fyrir Guð og hann mun veita þér hvíld. Hann mun veita þér hvíld. Halleluja. I praise when I feel it. I praise when I don't. Woo! I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. Hallelujah. My praise is the shout that brings Jericho down. Sing it, someone. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise.
trúfastur. Hann er trúfastur. Halleluja. Takk Drottinn fyrir hver þú ert, Drottinn. Höldum áfram að lofa hann í dag. Ég
This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to. Do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to. Do whatever you want to.
Dýr sé Guði. Halleluja. Þegar ég var að biðja hérna fyrir stundina þá bara var mér svo ljóst einhvern veginn að við getum ekkert gert án Guðs. En með honum þá getum við allt. Halleluja. Þannig að það er svo gott að geta lagt bara allt í hendur Guðs. Og þegar við leggjum allt í hans hendur, þá mun hann vel fyrir sjá. Halleluja. Það getur stundum verið óþægilegt þegar Guð sýnir okkur hvernig við erum, hvernig við þurfum að breytast. Og við getum ekki breytt okkur sjálf. En með hans hjálpa þá getum við breyst. Þannig að lausnin er að játa það sem er að og koma með það fram fyrir hann og gefa hann þakkargjörð fyrir frelsisverkið og hann mun vinna verkið í okkur. Amen, halleluja. Við ætlum að taka samskot og það kemur reikningsnúmer upp á skjáinn og svo pósið frammi fyrir þá sem að vilja gefa þannig og síðan látum við baukana ganga á milli og ég ætla að biðja núna, Drottinn Jesús. Ég þakka bara fyrir það að þú ert náður og miskunnsamur Guð og ég þakka fyrir það að þú hefur komið til að frelsa okkur til fulls, Jesús. Og ég þakka fyrir það að það góða verk sem við byrja í okkur og þú munt fullkomna allir dagsendur komið inn að Jesús. Og ég byrjum að blessa alla hérna inni í Jesús og alla sem er að horfa á netinu, Drottinn minn Jesús, eða hlusta. Að þú bara blessir alla, Drottinn Guð. Og ég lyfti nafnin og við lyftum nafnin yfir Ísland, Jesús. Og ég þakka þér fyrir þína vitjun fyrir Ísland, Jesús. Þú blessar líka útlendingan í landinu, Jesús. Þakka þér fyrir það, Drottinn minn Jesús. Þú munt, Drottinn Guð, komið vitjun og úthellingu heila sanda. Langt fram yfir það sem við skiljum og viljum, Drottinn Guð. Halleluja. Amen. Þannig við skulum bara standa núna upp aftur af því að ég sé að baukarnir búin að fara að kenna salinn og bara lofa Drottinn meira og svo fáum við heyra predikun. Ég þarf að passa mig að breyta ekki neitt meira. Gjörðu svo vel. Inn í lokinu eftir. Þetta er lag sem við höfum sungið í gegnum árin. Lofið ykkur bara með okkur.
Trúfastina, Jesús. Þú ert heilagur, Jesús. Þú ert heilagur, Jesús. Helgi signar, Jesús. Halleluja, þú ert hinn sami. Þú ert hinn sami, Jesús. I'm calling on the God of Jacob, who love endures through generations. I know that you will
Halleluja. Takk Jesús, það er nærvera hér í dag. Halleluja, það er lausn í dag. Má ég heyra amen. Takk Jesús. Rísum aðeins á fætur. Mamma nýbúin að setjast, rísum á fætur. Halleluja. Lyftum aðeins höndum okkar og bara lofum hann hér í dag. Því að hann er stór og hann er mikill og hann gerir furðuverk og hann á það skilið, vinir. Drottin, við bara lyftum nafni þínu, Jesús. Ég þakka þér fyrir að fá að koma í hús þitt hér í dag, Drottin, og lyfta upp þínu nafni. Drottin, þú heldur öllu uppi. Og þegar veröldin fer út allt, Drottin minn, þá erum við stöðug í hendi þinni, Drottin. Ég bið Drottin fyrir kirkju þinni, ég bið fyrir smára kirkju, ég bið fyrir einum og sérhverjum hér inni, Drottin minn, Jesús. Og Drottin, ég bið að gefa okkur náð, viltu kveikja eld innra með okkur, Drottin, í hjart okkar, Drottin. Halleluja, og í æðum okkar, Drottin minn, Jesús. Ég bið Drottin að þinn vilji nái fram að ganga, ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Halleluja. Og Drottin, ég bið fyrir þeim sem að þjásta kvíða og bara óöryggi með framtíð sína. Drottin, ég bið að komi lausn inn í líf þeirra, Drottin, hér í dag. Drottin, ég tala inn í ótta. Ég segi vík burt ótti. Þú tilheyrir okkur ekki ótti. Fullkomin elska Guðs, hún útrekur ótta. Halleluja. Verði Guðs vilji innra með öllum hér í dag. Og allt sem að hreyki sér upp gegn þekkingun og syni Guðs, það verður að lúta honum. Halleluja. Það verður að lúta honum. Halleluja. Ég tek vald hér í dag. Halleluja, af hverju? Út af því að ég get það. Halleluja, því að Jesús býr innra með mér. Ég tek vald hér í dag. Og ég segi bara burt. Halleluja, allt það sem að kemur gegn, það skal burtu hverfa. Halleluja. Og Drottin, ég tala sigur yfir landin okkar. Drottin minn, ég bara tala líf yfir landið okkar, Drottin minn, og hér verður uppskera, mögnuð uppskera. Halleluja. Agrarnir eru hvítir til uppskera en það eru fáir verkamenn. Gerð okkur að viljugum verkamönnum í Jesú nafni. Halleluja. Rikatarabashiak, halleluja. Biðjum í andanum, vinir. Halleluja. Rusikarabasituramasíak, Jesús. Verði þinn heilagi vilji. Og Drottin minn, halleluja. Ég tala frið sem æðri öllum skilningin í líf og hugsanir okkar og í hjart okkar, halleluja. Halleluja, Jesús. Það sigur hér í dag í andanum. Það sigur hér í dag í andanum. Halleluja, það sigur í dag í andanum. Halleluja. Kirabashikirabahaya, Jesús. Halleluja. Verði þinn heilagi vilji. Halleluja. Ég ætla nú að biðja að fá ykkur sæti. Ég ætla að biðja Gunnar minn að koma og fyrirgefðu Gunnar, þú ættur að biðja. Það rétt hjá þér. Það ekki fyrirtæming. Nei, það engin, heyrðu hvað hann segir, það engin fyrirtæming, mamma. Þannig að hann ætlar að lesa eitt vers. Hann sagði mig hvað vers hann ætlar að lesa og það rímar svo vel við það sem ég ætla að segja. Þannig ég vil endilega hann koma með versið. Já, það í Jakob. Nei, býtu. Ekki með það? Jú, það hérna. Í Jakobsbréfinu stendur, sín mér trú þína án verka og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Trúin dauð án verka, kennir Biblían okkur. Þannig að bara Jesús, ég þakka fyrir náð þína miskunn, Drottin. Þegar þú kendur okkur að biðja, sagðir þú kalliðið mig föður. Þannig að Faðir, ég þakka þér út sami í gær og í dag og alla eilíð. Það sem þú segir í orðið þínu, það er bara satt og rétt.
Það engin fyrirdæming í Kristi Jesú. Nú getum við gengið inn í það allra helgasta með djörfung Drottinn. Getum átt samfélag við þig, Jesús, og við getum komið saman í einingu og loða þig, Jesús, og ég þakka fyrir það, Drottinn minn, Jesús. Ég bið bara að þú snertir einum og sérkurum hérna inni. Ég bið fyrir henni mömmu. Ég bið fyrir því að orðið mig koma inn í hjarta okkar og bera ríkulega návist, Drottinn minn, Jesús. Og ég bið bara að allir okkar göngu að gefa þér allar lofgjöf, dýrð og heiður. Í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Dásamli, brennandi drengur minn. Gaman að sjá þau bæði hérna á fremsta bekk. Halleluja. Ekki allir glaðir í dag? Þrátt fyrir erfitt veðurfar, þá gefum við þakkir í öllum hlutum, ekki satt. Og líka vitandi það er sól á morgun. Mér fannst ég verða að koma með góðar fréttir í dag. Halleluja. En hversu margir vita það að Guð er trúfastur? Já, ég gleymi allir menn. Það eru komna nýjar græjur. Við erum komið nýja túlkun. Allir að fylgjast með túlkunni, en þeir sem að skilja ekki íslensku, those who do not understand Icelandic, there are equipment back there and we will have interpretation. Við erum komið með svona sjálfvirka þýðingu. Þetta er aftast. Þeir sem að vilja þýðingu endilega náið ykkur í. Gefið þessu smá tíma, þetta getur verið aðeins og eftir, en það skiptir ekki máli, þið munum fá inntakið í predikunni og það skiptir máli. Má ég heyra amen? Síðustu daga, þá er Guð búinn að vera að umbylta mínu lífi. Við tókum ákvörðun fyrir nokkrum vikum síðan að við ætlum að lesa Biblíuna á einu ári, bara alveg spjaldan á milli. Ég er svona oftast meira í Nýja testamentinu, ég fer líka í Gamla testamenti og les frásagnir þar og svo framvegis, en við ætlum að gera þetta svona systematískt. Nema hvað, að strákarnir, Gunnar og Alli, þeir byrjuðu að krafti. Ég fór svona aðeins aftur úr, kunni ekki alveg á appið og svo framvegis, en svo þegar ég byrjaði þá gat ég bara ekki hætt. Og nú er ég komin í keppni. Ég veit þetta er ekki keppni, en ég fer alveg þangað. Ég fer bara strax í keppni. Og ég ætla að vinna Alla og Gunnar í þessari keppni og þeir eru báðir með mjög mikið keppniskap. Og aftur, ég veit þetta er ekki keppni. En það sem að ég hef orðið vitni að í mínu lífi er hvað sál mín og andi eru sólgin í orð Guðs. Það er ekkert sem að stenst samjöfnuðin við það að heyra orð Guðs. Og við sem kristi fólk í dag, við þurfum að kunna orð Guðs og gera meir en það, við þurfum að stíga út á orðið. Þannig sjá þau að við erum ekki bara kristin, við yfirblífum, við lifum sigrandi lífi. Vinir, við þurfum að læra að lifa sigrandi lífi. Og það er svo mikilvægt til þess að lifa sigrandi lífi að við lærum að þekkja orð Guðs, að við lærum að þekkja röddu Guðs. Að við heyrum þegar hann talar til okkar og við gerum meira en að heyra, við framkvæmum það sem hann segir. Ég ætla að segja ykkur það í dag, vinir, ávinningurinn af því sem að Drottinn segir kemur þegar við framkvæmum. Ritningin kennir að við getum verið heyrendur orðsins, en ef við erum ekki gjörendur þá hreinlega svíkjum við sjálf okkur. Og ég vil ekki fyrir mitt líf að ég sé svikin, að ég sé að svíkja sjálfa mig, og ég vil það svo sannarlega ekki fyrir kirkjuna mína, Smára kirkju. Ég vil að við heyrum orðið og við gerum orðið. Þannig við fáum allt það sem orðið hefur fyrir okkur, sem er líf í fullri gnægð. Vitið að Guð heldur ekki frá okkur neinum loforðum. Hann heldur ekki frá okkur neinum loforðum. En það sem að Drottinn þráir að sjá í okkar lífi er hlýðni við orð hans. Af hverju hlýðni? Jú, hlýðni er betri en fórn. Hlýðni gerir það að verkum að ég kem fram fyrir Drottinn í auðmýkt. Og auðmýkt er orð sem að margir Íslendingar vilja ekkert með hafa. Því miður. Við erum stolt þjóð. Við erum þjóð sem að vitum allt best. Við erum þjóð sem að viljum fara okkar leiðir. Við erum þjóð sem að erum ótrúlega dugleg. Það býr í íslensku þjóðinni gríðarlegu kraftur. En við höfum erfitt með auðmýkt.
En Biblían kennir að auðmýkt alltaf undanfari virðingar. Ef við auðmýkjum okkur þá mun hann á réttum tíma upphefja okkur. Það kennir orðið. Þannig að það sem að Guð fer fram á við okkur, að við sem ekki bara heyrendur, að við sem líka gjörendur. Að við sem ekki bara að við vitum hér uppi, heldur að við vitum hér. Við vitum í reynslun okkar. Því að hvað stoðar það okkur að syngja að lofa Guð í öllum kringumstæðum, þegar við kunnum ekki að lofa hann í öllum kringumstæðum. Og vinir, í dag, í gær, í fyrradag, þá var gríðarleg tækifæri að lofa Guð í öllum kringumstæðum. Það var grenjandi rigning. Það var gul viðvörun í júlí. Getur einhver útskýrt það fyrir mér? Skilur þetta einhver? En ég veit ekki út af hverju það en það gefur mér tækifæri til að segja, Drottinn, þú ræður. Drottinn, ég ætla bara að auðmýkja mig undir því það sem að þú segir. Ef að þú vilt hafa þetta svona frábært, hvað get ég lært af þessu? Ég ætla að fara út og dansa í rigningunni. Sem ég gerði ekki. Ég gerði það ekki. En ég fatt það núna, ég hefði átt að gera það. Þannig að það sem ég vil ræða í dag að við þurfum að gera það sem hann býður. Og mér langar að byrja því að fara í Jóhannes í 2. kafla í versi 1. Eins og kannski margir vita þá þetta fyrsta kraftaverkið sem að Jesú gerði og það var í brúðkaupi. Og við skulum lesa saman hérna í versi númer 1. Á 3. degi var brúðkaup í Kana í Galileu. Móðir Jesús var þar. Jesú var boðið til brúðkaupsins og lærisveinum hans. En vínþraut, segir móðir Jesú við hann. Þeir hafa ekki vín. Jesú svaraði, hvað viltu mér, kona? Minn tími enn ekki komin. Móðir hans virti greinilega algjörlega vettugi það sem að Jesú sagði og hún sagði við þjónana, allt það sem hann segir ykkur, það skuli þið gera. Af hverju? Því hún vissi hver hann var. Hún vissi hvað bjó í Jesú og þess vegna segir hún við þetta af miklum krafti og djörfung. Nú voru þar 6 vaskir úr steini samkvæmt reglum gyðinga hreinsun og tók hvert þeirra 2 mæli og 3. Jesú segir við þá, fylli keri vatni og þeir fylltu þau upp á barma. Halleluja. Takk Jesús. Og hvað gerist? Þeir gerðu nákvæmlega eins og Jesú gerði. Sagði þeim að gera. Og þeir fylltu kerin og hann breytti vatni í vín. Og meira þess að var það miklu betra vín heldur en hafði verið í veislunni, það var besta vínið. Og það var ekki hefðin á þessum tíma. Því að venjulega var það betra vínið, þangað til fólk var eitthvað svona pínu tipsi og þá var sett lakara vín á boðstólinn. En ekki hjá Jesú. Hann gerir bara það besta. Þetta eins og einhver auglýsing. Hann gerir bara það besta. En þannig Jesú. Og við vitum það, vinir, þegar við elskum, þá viljum við vera nálægt viðkomandi. Þegar ég og Alli kynntumst, þá vildi hann kannski meira vera nálægt mér. Þannig var það. Alli var nefnilega mjög skotin í mér í nokkur ár áður en við byrjum saman. Svo þegar við byrjum saman að þá gat ég ekki verið, ég gat varla verið frá Alla, þá vöknuðu slíka tilfinningar í brjósti mínu. Og það er það sem að kærleikurinn gerir. Ég vil vera nálægt Alla, Alli vill vera nálægt mér. Það er það sem er svo dýrlegt við kærleikan. Og málið það með kærleikan að hann fer í báðar áttir. Það er ekki nóg fyrir mig að elska Alla, Alli þarf að elska mig líka og þannig virka Drottinn Jesú Kristur. Hann þráir að eiga samfélag við okkur og hún er á báða bóa. Og þegar Drottinn segir við okkur komið og fylgi mér, þá þurfum við að gera eins og lærisveinarnir gerðu forðum dag, þeir lögðu allt til hliðar. Og hvað gerðu þeir? Þeir fylgdu Jesú. Þau fylgdu honum hvert sem hann fór. Og vinni, það er svo mikill lykill sem að María segir í þessum versum, gerið eins og hann boðar. Og vinir, afstaða hjart okkar, og ég hef talað þetta áður, skiptir ofboðslega miklu máli. Afstaða hjart okkar í rauninni segir til hver útkoman verður úr verkefnum lífsins.
Og vinir, það eru mörg verkefni lífsins. En Guð hann hefur loforð í hverju skrefi. Og vinir, til þess að nálgast loforð Guðs þá oft tengir hann saman loforð sín og ákveðin verk sem að við þurfum að gera. Við sjáum það í þessum reikningum að það hefði aldrei komið vín, það hefði aldrei verið þessari þörf hefði ekki verið svarað, nema út af því að þeir voru tilbúin að stíga út af vatni og segja, ok, gerum bara eins og maðurinn segir. Og vinir, Guð fer fram á það við okkur að við séum ekki bara fólk sem að lifi bara á sjálfum okkur og deyjum sjálfum okkur, heldur höfum áhrif á það sem að gerist í kringum okkur. Það svo mikilvægt, vinir, að muna það hvað Jesús sagði okkur. Hann sagði, farið út og boðið fagnaðarerindið og skýrið þá. Og vinir, við sjáum kirkjur sem að setur í hægindum. Það ekki vilji Guðs að við bara setjum í hægindum. Við þurfum að fara út og gera það sem hann hefur boðið. Vinir, við munum ekki sjá kirkjuna fyllast af fólki nema við gerum okkar. Má ég heyra amen? Og það svo mikilvægt, vinir, að við höfum rétt hjartalag gagnvart Guði. Og ég hef oft hugsað, hvað það sem að Davíð átti sem að þótti svo ótrúlega aðlaðandi fyrir Drottinn? Hann með mjúkt hjarta. Davíð gerði alls konar glóriur, gerði alls konar hlutir sem að bara, það varla hægt að segja á kristinni samkomu. En hann hafði hjarta eftir Guðs hjarta. Guð ekki að leita eftir fullkomnun, hann að leita eftir hjarta sem tilbúið að fara á eftir því sem hann segir. Og vinir, hann breytti ekki vatni í vín út af því að þjónarnir voru fullkomnir. Heyrði hvað ég að segja? Hann ekki að bíða eftir fullkomnun, hann að bíða eftir því að þú stígi fram í trú á það sem hann hefur sagt. Að þú sért ekki bara heyrandi, heldur líka gerandi. Að þú svíkur ekki sjálfa þig. Halleluja. Því að vinir, það svo gríðarlega mikið sem að Guð hefur fyrir kirkju sína í dag. Og við erum rétt að byrja að smakka örlítið af því sem hann hefur fyrir okkur. En vinir, ég veit ekki með ykkur, en ég vil stinga mér til sunds í fyrirheitum Drottins. Ég vil ekki bara setja litlu tærnar í það sem að Guð vil gera. Ég vil dýfa mig í það sem að Guð vil gera. Og þannig þarf kirkjan að vera. Hún þarf að vera brennandi í andanum. Með mjúkt hold, með mjúkt hjarta. Og gera vilja Guðs nú sem aldrei fyrr. Við nefnilega lifum í veröld. Það sem töluvert mikið hendi kenningu. Við sjáum jafnvel bara heilu kirkjurnar koma upp með bara hendi kristindóm. Og þetta kannski óþægilegt orð að heyra, en vinir, við getum ekki sett Guð í kassa. Guð passar ekki í minn kassa. Og ef hann passar í minn kassa, þá hann ekki Guð. Þá þetta eitthvað annað en Guð. Og vinir, það sem að gerast núna það, að Guð vill helga kirkju sína. Hann vill hún rísi upp og verði allt það sem hann hefur kallað hana til þess að vera. Hann vill ekki hendustefnu kristindóm. Hann vill alvöru kristindóm. Og það þýðir stundum að ég hef rangt fyrir mér. Við höfum kirkjur þar sem að það einhver hendustefna minn vilji eða jafnvel vilji samfélagsins. Vinir, við eigum ekki að aðlagast samfélaginu. Samfélagi þarf að aðlagast Kristi. Má ég heyra amen? Og við þurfum að vera algjörlega bara óbrjótandi í því að standa fast á sannleika Guðs. Og ekki aðlagast einhverju sem ekki guðlegt. Hann segir, fylgdu mér. Hann á ekki að fylgja mér. Ég á að fylgja honum. Og vinir, þegar ég fylgi honum, þá lifi ég lífi sem í gnægð. Ég skal segja ykkur það að Guð sparar ekki blessanir sínar. Hann bíður eftir að geta blessa þig með öllum mögulegum blessunum. En það hefur með hjartalag að gera, það hefur með auðmýkt að gera.
Það hefur með það að gera að ég hlusta ekki á minn eigin vilja, ég hlusta á hans vilja. Og þegar ég hlusta á hans vilja, að þá byrja hlutir að gerast í kringum mig. Og ég finn það eftir því sem að ég nálgast hann og ég byrja að helga líf mitt. Ég byrja að hreinsa mig af ákveðnum hlutum sem ég veit að er að trufla göngu mína með honum. Hvað gerist? Ég finn að allt sem ég geri það fyrir að lánast mér. Og ég ætla bara að segja ykkur það er ekki bara í samskiptum, það er fjárhagslegt, það er samskiptalegt, það er á öllu leyti. Því að allar góðar gjafir koma frá honum. Og það sem hann þráir er að blessa okkur, að við séum tilbúin fyrir blessunna. Og vinni, það hefur með helgun að gera. Það hefur með það að gera, við förum eftir því sem hann segir. Má ég heyra amen. Og vinni, María í þessum versum, hún sér skort. Og hvað gerum við þegar við sjáum skort? Við leitum til drottins, við förum eftir því sem að drottin segir. Og hér er jafnvel fólk í dag sem að býr við skort. Kannski ert þú búin að fá erfiðar fréttir í vikunni, varandi heilsu eða kannski ert þú erfiðum stað fjárhagslega. Kannski ert þú erfiðum stað samskiptarlega séð. Það er gríðarlega mikið að erfiðleikum í samskiptum þessa dagana. Hafið þið tekið eftir því? Það er móðgun út allt. Og vinni þessa móðgun, Jóhanna pikkar í Gunnar, eins og Gunnar sé alltaf rosa móðgaður. Takk Jesús. En það er móðgun út allt. Og af hverju móðgun? Því að óvinurinn notar móðgun til þess að stoppa þig á þeim stað þar sem þú ert, til þess að þú fáir ekki blessan Guðs. En hvað segir orðið? Og þetta orð, það er bundið fyrirheit við orðið. Við eigum að fyrirgefa eins og okkur hefur verið fyrirgefið. Halleluja. Og hvað gerist þá? Við losnum úr fangelsi. Látið ekki fólk hneppa ykkur í fangelsi. Má ég heyra amen? Við ætlum ekki að leyfa fólki að hneppa okkur í fangelsi. Má ég heyra amen? Halleluja. Og þarna kemur María og hún er full af djörfung. Af hverju hún þekkir Jesú? Hann er sonur hennar. Hún hafði heyrt röddi frá Guði þegar hún var bara, þú veist, áður en hann kom til að hann yrði sá sem hann yrði. Og hún vissi, með sama hátt getur þú labbað inn í kringumstæði með vissu og sagt, herðu, er skortur hér? Gerði nákvæmlega það sem að Jesús segir. Og það verður engin skortur meir. Halleluja. Og vinni, þegar við förum sem kristi fólk að labba fram í þeirri djörfung sem að Guð hefur gefið okkur. Og við förum að skilja það að við erum ekki hali, við erum höfuð. Þá göngum við öðruvísi inn í kringumstæðunar okkar. Við göngum með hugafari sigurvegarans. Af því að við erum svo klár? Nei. Og það er sá sem hefur sigrað allt er með þér í liði. Það þýðir það að svona utan að koma til kringumstæður, það beygja okkur ekki. Það brjóta okkur ekki. Það ger okkur stöðugri. Það ger okkur hærri. Hvernig segir maður þetta? Það ger okkur stærri. Þannig að það er mjög andlegt að vera stór. Gunnar, amen. Halleluja. Við erum bæði nefnilega mjög stór. Þannig að það sem að Guð gefur okkur, það er að hann gefur okkur styrka göngu. Og við þurfum að nálgast kringumstæðnar aðeins öðruvísi. Og við hættum að vera eitthvað hrædd við kringumstæðnar. Því að óvinurinn er legari. Hann er sigraður. Hann var sigraður fyrir 2000 árum síðan. Og hann getur ekkert annað en spriklað. Við skulum bara leyfa honum að sprikla og horfa eitthvað annað. Má ég heyra amen. Halleluja. Þannig að lykilatriðið í þessum versum með henni Maríu, förum eftir því sem Jesús segir og gerum það sem Jesús boðar og þá munum við sjá gnægð. Við munum sjá kerin okkar fyllast. Við munum sjá að mæta okkur á þeim sviðum sem við hefðum eiginlega ekki trúað og við munum sjá Guð gera hluti í líf okkar sem við bara hefðum aldrei trúað að ætti eftir að eiga sér stað. Lofar Guðs er nefnilega oft tengd ákveðnum verkefnum.
Og við sjáum þetta aftur og aftur í Biblíunni. Við sjáum Nóa. Þegar Guð talar til Nóa og hann segir, herðu, ég ætla að bjarga þér og þinni fjölskyldu frá rangsnúinni kynslóð. En þú þarft að byggja bát. Það var nú meira en lítið verkefni, það var meiri háttar verkefni og tók 20 ára. Og þið getið ímyndað ykkur hvernig Nói leit út á þessum tíma. Einn að smíða bát, mjög eðlilegt. Engin rigning hafa orðið út af því rigning var ekki á þeim tíma, það var bara svona dögg sem að kom og gaf næringu gróðurinnum. Og þarna var Nói vissi það að hann átti að gera það sem hann hafði boðið honum. Og hann fer að byggja bát. Og stundum vinir biður Guð okkur að gera hluti sem að virka asnalegir. Það er bara þannig. Stundum segir Guð þér að gera hluti sem eru asnalegir, að því virðist. En það er eitthvað tilgangur bak við á. Ég veit ekki hversu oft Guð sagt mig, þú átt að tala við þessa mannesku. Þú átt að vitna fyrir henni eða eitthvað annað. Og ég veit oft á tíðum, þá bara hika ég við það. Og það er ekki gott. Ég hika við það út af því ég vil ekki líta asnalega út. Hvaða máli skiptir hvernig ég lít út? Vinir, hvaða máli skiptir hvernig ég lít út þegar Faðir himnanna gaf líf sitt fyrir mér? Og ekki bara fyrir mig, heldur fyrir okkur öll. Og vinir, ef við erum ekki tilbúin að vera trúföst í henni smáa, hvernig getur hann sett okkur yfir meira? Halleluja. Þannig að Guð hann þráir að við séum með auðmjúkt hjarta. Að við gerum viljans. Halleluja. Og hefðu þjónarnir ákveð að fylla bara pottana til háls. Vinni, þess vegna segir orð Guðs að við eigum að vera nákvæm. Við eigum að vera nákvæm. Við eigum að hlýta boðorðum hans. Við eigum að gera viljans og við eigum að vera nákvæm þegar við gerum það. Og Biblían talar meðal annars að við eigum ekki að sitja hjá þeim sem hafa Guð að háði. Vinni, Guð meinar það sem hann segir. Og hann segir það sem hann meinar. Og vinir, þegar við erum í kringum fólk sem að hafa Guð að háði, run for your life. Ekki vera í kringum fólk sem hefur Guð að háði. Förum úr þannig aðstæðum. Og Biblían er skýr að vera vinur allra til tjóns. Hann meinar það sem hann segir. Hann segir það sem hann meinar. Það þýðir að ekki allir eiga að vera bestu vinur okkar. Við þurfum að velja vin okkar. Við þurfum að velja vel hverju við hleypum að í líf okkar. Og við sumt fólki þannig að það er alltaf kvartandi og kveinandi. Orð Guðs er skýrt. Dauð og líf er á tungunarvaldi. Og ef við erum í kringum fólk sem að tala dauða alla tíð, þá verður líf okkar dauði. Þannig að það sem við gerum, að við förum úr þannig samskiptum. Við tölum líf. Við biðjum Guð að setja vörð varir okkar. Og þegar við sjáum bróður eða systur, þá tölum við líf í viðkomandi. Við pössum að tala ekki dauða. Varir okkur að tunga þarf að vera helgu Guði. Og ég skal segja ykkur það, ég fundi það svo síðustu daga að það er ekki til neitt betra heldur en að vera í bænasamfélagi og hlusta á orð Guðs. Það er ekkert meira kröftugt og magnað en það að hlusta á lifandi kröftugt orð Guðs. Og ég finna bara hvernig ég ósjálfrátt helgast og hreinsast og ég finna bara strax út að ég er svo mikið núna í andanum að ég er einhvern veginn ég bara vil alls ekki hlusta á þetta, ég vil alls ekki hlusta á eitthvað neikvæðni í fjölmiðlum og annað. Og veitir hvað ég hef tekið eftir? Ég er farin að hætta að hlusta á fréttir. Má ég heyra amen? Vitið þessi fréttir og íslenska fréttir, þú veist ekkert hvað er satt og rétt. Sorry. Þetta er bara pínlítill heilaþvottur og það er allt bara einhvern veginn.
Er ég komin of langt? Erum við komin of langt? Þetta bara einfallega sannleikur. Og vinir, það sem að gerist þegar þú gengur nær Guði að þú ferð að helga þig meira, þú ferð að hreinsa þig meira, þú finnur að það er hlutir, þú vilt ekki að þetta hafi áhrif á þig eða þetta. Og allt í hennu fer hann að gera vegu þín að slétta. Nákvæmlega. Og það sem að gerist líka er að við erum hérna í ykkur ákveðnu plani. Við komum heim og við ræðum þetta stöðulega, hvað við erum að lesa og hvað við erum að uppgöta. Hulda María var pínu, hvað segir maður, sár í gær. Hún var ekki með í þessum pælingum. Hún er nefnilega mikið í skóla þessa dagana og stendur sér rosalega vel. En við erum búin að vera svo mikið að tala orð Guðs og maður finnur það. Þegar þú lest orðið og þú fyrir að tala orðið, þá fyrir þú ósjálfrátt að helgast og hreinsast. Og allt í henni fara hlutir og opinberast þér. Og ég fann það bara í lofgjörni, ég fekk dýpri opinberun á auðmýkt. Hvað auðmýkt er mikilvæg. Vinni, hjarta afstæðan skiptir öllu máli. Og hlýðni hefur með auðmýkt að gera. Hlýðni nefnilega hefur með það, nei, drottin ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Það sem að þú ert að gera, þú ert í rauninni að lofa Guð, þú ert að leggja sjálfan þig niður og hann rís upp. Og það er nákvæmlega það sem við þurfum á að halda á göngun okkar með Guði, er að við minnkum, hann stækkar. Er þið með mér? Förum í fyrir Samúelsbók 15:22 og það stendur: Þá sagði Samúel, hefur drottin þá sömu velþóknun og brennufórnum og slátufórnum og hlýðni við boð sín. Og hvað kemur þarna fram? Hlýðni er betra en, hvað sagði mamma? Hlýðni er nefnilega betra en fórn. Og vinni, þegar við áttum okkur á því að hlýðni við orðans þýðir framgangur og blessun. Þegar við áttum okkur á því að hlýðni við það sem hann segir þýðir besta lífið. Við vorum að ræða fyrir miðvikudagstund, þegar ég dey, þegar egóið mitt deyr, þá fer ég fyrst að lifa. Þá fer ég að lifa andanum. Ég mig frá mér til mín. Þegar það deyr, me, myself and I, þá fara hlutirnir að gerast. Og vinni, það sem að Guð fer fram á við okkur, það er hlýðni við orð sitt. Og þetta hefur ekkert með það að gera hvort að við sem fullkomin þá og þá tíma. Nei, við hlýðum orði Guðs. Því að ef við hlýðum orði Guðs, þá er tengt það blessun. Það er óyfirgnæfanleg blessun að fylgja drottni. Og þegar þú tekur lítið trúarskref, margir segja við mig, þýðir það þá ekki að við séum að við sem að vinna okkur inn blessun Guðs. Ég hef heyrt að náðin sé gefins, hún er gefins. Það getur enginn unni sér inn náð drottins. Það getur enginn unni sér fyrir frelsisverki drottins. En það sem við eigum að gera, við eigum að keppast eftir því að gera vilja hans. Og þetta hefur með að kveikja trú okkar. Það sem að Guð er að biðja, og við sjáum það svo skýrt í þessum versum með þjónana, þegar þeir taka skref og taka fram ílátin, þá þeir að taka trúarskref. Þeir eru að taka trúarskref. Og þessi trú þarf ekkert endilega að vera mikil, það þarf bara lítið mustardskorn af trú. Og vinni, það sem að Guð er að biðja okkur er að bara stíði fram, sýniði þetta mustardskorn af trú og sjáiði hvað ég er tilbúin að gera úr því. Halleluja. Má ég heyra amen. Þannig að fórn, hlýðni er betra en fórn. Við sjáum þetta hjá Nóa, hann þurfti að taka trúarskref. Og vinir, í samfélagi það sem gerðar gríðarlega kröfur. Þú þarft að vera svona og svona og svona. Þú þarft að vera kona í fullri vinnu, vera með bestu börnin og svo framvegis og svo framvegis. Þá vill Guð hafa áhrif á líf okkar. Og það sem að líka gerist, vinir, og ég bara tala út frá minn eigin persónulegu reynslu, við það að fara í gegnum alls konar áföll í lífinu, þá fyrir óttinn stundum að ráða för. Það er nefnilega agalegt, bróðir.
Það er nákvæmlega það. Það er eins og setjist á mann pínu ótti. Og allt í henni fyrir óttin að tala til manns. Óttin fyrir að stýra leiðinni. Óttin getur haft veruleg áhrif á lífsgæði okkar. Þeir sem hafa gleymt við ótta má ég sjá hendur hér í dag. Hugsanlega bara næstu því allir. Óttin eyðileggur okkur. Og það sem að Guð segir er að fullkomin elska, hún rekur út ótta. Hann vill taka óttan frá okkur. Hann vill að við látum ekki leiðast á ótta heldur við leiðumst á drottni. Má ég heyra amen. Halleluja. Og já, Guð vill gefa okkur frelsi frá ótta. Og ég skal segja ykkur það að Guð hefur gefið mér oftar en ekki frelsi frá ótta. Ég var einu sinni svo ofboðslega lömuð á ótta og ég sá ekki Jesú í kringumstæðunum. Það var allt ótt. Ég var óttaslegin við fólk, ég var óttaslegin við fjölmiðla, ég var óttaslegin við bara meira og minna allt. En þegar ég hef vanið mig á það að gera það sem orð Guðs hefur sagt mér að gera, til dæmis að lifa í þakklæti. Vitið hvað að lifa í þakklæti er mikill lykill. Þú getur ekki verið reiður eða vonsvikinn eða fullur af ótta þegar þú lifir í þakklæti. Og vinir, þakklæti er en aðsta lofgjörð til drottins. Þannig að þess vegna segir hann við okkur í öllum hlutum alltaf gefið þið þakkir. Líka þegar menn koma gegn okkur. Líka þegar kringumstæðurnar virðist einhvern veginn hvolfast inn á okkur, þá gefið þið þakkir. Af hverju? Því hann stækkar í þakklæti. Það sem að gerist er að ósjálfrátt fyrir augu okkar af kringumstæðum okkar og á drottin. Og það sem við þurfum að læra að gera er að hafa augun á drottni en ekki á kringumstæðum okkar. Má ég heyra amen? Þannig að við ætlum ekki að láta óttan stýra för. Hjá mörgum er það fortíðin sem stýrir för. Og vinni, kannski ertu hér í dag og það er eitthvað í fortíðinni sem að þú skammast þín fyrir eða þú vildir heldur að það hefði ekki átt sér stað. En vinni, Guð vill segja við þig að gleyma því sem að baki er og seilast eftir því sem framundan er. Aftur kemur orð Guðs með mjög hagnýtt ráð sem að við getum farið eftir. Og hvað gerum við þegar óttinn nagar í okkur? Þá tölum við þessu út. Ég gleymi því sem að baki er og ég seilist eftir því sem framundan er. Allt í velunina sem hann hefur fyrir okkur í Kristi. Halleluja. Við gleymum því. Og vinur, oft er það þannig að það hefur eitthvað gert á hlut okkar, en drottinn segir fyrirgefðu óvinni þínum. Og þegar við fyrirgefum, þegar við sleppum tökunum á hlutum, að þá gefur nokkuð frelsi til þess að horfa fram á við. Og það er það sem að kirkjan þarf að gera í dag. Hún þarf að horfa fram á við. Má ég heyra amen? Vinur, kirkjan þarf að rísa upp og verða það sem hún er kölluð til þess að vera. Og hún þarf að hætta að horfa í baksýni speilin og hún þarf að horfa fram á við. Hún þarf að fyrirgefa hluti sem áttu sér stað í fortíðinni. Það er svo mikið af sköndulum og alls konar hlutum búin að koma upp en við þurfum að læra að fyrirgefa og halda áfram. Við þurfum að læra kringumstæðunum og halda áfram. Og við sjáum þetta aftur og aftur í orði Guðs. Ef þú hlýðir þá fylgir því loforð. Hefði Móse ekki lyft hendi sinni með stafinn í hendi, þá hefði Rauðahafið ekki opnast. Hefði Rut ekki tekið þessa ákvörðun að fylgja Naomi út úr því landi sem hún bjó og inn í Kanans land, þá hefði hún aldrei orðið ættmóðir Jesú. Hefði Davíð ekki tekið upp steinana 5, þá hefði hann aldrei sigrað Góliat. Vinni, það er loforð tengt einhverju sem að þú þarft að gera og kannski er það lítið og kannski er það mikið. En ekki láta hjá líða að heyra orð Guðs og fara ekki eftir því. Því að vinir, þeir letu kjánalega út þegar þeir gengu hring eftir hring í kringum Jerikó. Getið þið ímyndað ykkur
Fyrsta borgin sem að þau fóru gegn þegar þau voru komnir inn í Kanansland. Og Drottinn sagði við þá, farði hring eftir hring. 1 hring á dag í 7 daga. Á 7. deginum takiði 7 hringi. Og þið getið ímyndað ykkur hvernig fólkið áttu örugglega erfitt með það. Labba hring eftir hring í kringum borgina. Rosalega hefur þetta verið kjánalegt. En hvað gerist á 7. deginum, eftir 7 hringi á 7. deginum, þegar þau fóru að lyfta upp nafni Drottins, þau fóru að lofa hann, þau fóru að lyfta honum upp. Jafnvel þóttu sá ekki sigurinn, þá gaf Guð sigurinn. Það sem hann gerist þegar við erum trúföst við það sem hann segir, að hann gefur okkur sigurinn. Og vinir, stundum sjáum við ekki útkomuna, en við getum séð Drottinn og hann veit útkomuna. Þannig að við förum að lyfta upp hans nafni og við förum að lofa hans sem aldrei fyrr. Og þá munum við sjá hluti gerast á þessu land okkar. Við förum að vera hlýðin við boð hans. Rísum að fætur. Halleluja. Halleluja.